Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 23. september árið 2025 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskautsdæmis. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1419 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Valgarður Eddi Jónsson, forseti bæjarstjórnar, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Lífólfur Darstað, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurjónsdóttir og Ragnheiður Helgadóttir, varabæjarfulltrúi situr fundinn í fjarveru bæjarfulltrúi Einars Brandsson. Einnig sitja fundinn Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri, og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, sem sér að rita fundargerð. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins. Fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 25-09-060, Vatnsældarráð Vesturlands. Vesturland var fyrsti landshluti til að sameinast svæðisbundið Vatnsældarráð. Ásmundur Einar Daðason, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra, undirritaði samning þess efnis við Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 16. maí 2024. Markmið samstarfsins er að efla og samræma þjónustu við börn og fjölskyldur á Vesturlandi með samþættri, snemmtækri og heildstæðri nálgun. Jafnframt mun Vatnsældarráð vinna að því að styrkja þverfaglegt samstarf og tryggja að farsæld barna sé leiðarljós í stefnumótun og framkvæmd þjónustu í landshluta. Lagt upp með það að Vatnsældarráð Vesturlands verði stofnað á haustþingi SSV. Málið hefur farið fyrir velferðar- og mannréttindaráð og skóla- og frístundaráð sem eru fylgjandi undirritun samstarfsyfirlýsingar. Og orðið er laust þetta mál. Það er Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Ágæti forseti og kæru bæjarfulltrúar og þeir sem heima sitja og hlusta. Ég ætla nú ekkert að hafa mörg orð þetta, ég er hérna aðeins að opna. En þetta var, nú er ég aðeins. Hérna. Já, við í skóla- og frístundaráði, við bara samþykktum fyrir okkar leyti þessa samstarfsyfirlýsingu og bara fagnum þessu. Það er bara, ég held að sé bara mikilvægt að halda vel á öllum spöðum í þessu og að ríki og sveitarfélag sé að vinna saman að farsæld barna er frábært og við bara vonumst til þess að það komist góður gangur í þetta hjá þeim ríkisstofnunum sem eru með okkur í þessu samstarfi. Nú finn ég ekki neitt sem ég var búin að skrifa en
það náttúrulega bara, já. Það gott að vera að leita hérna upp í pontu, þið verðið bara að hafa mig afsakað, ég bara áttaði mig ekki alveg á því að þetta væri fyrsta málið á dagskránni. En hérna, já, það svo sem kannski ekkert mikið að segja, nema bara að það hérna, þú veist, gott að þetta hérna ráð taki til starfa. Það náttúrulega bara, farsældarlögin þekkjum við bara vel hér og hefur verið horft til okkar bæjarfélags í innleiðingu á þessum lögum. Og þetta farsældarráð eins og forseti komst orðið, það starfar, farsældarráðið starfar undir farsældarlögunum og með þessu þá erum við náttúrulega bara að halda áfram að stuðla að farsæld barna hér á svæðinu. Já, ég bara get nú ekkert annað sagt en að það bara gott að blessa mál. Ég held að ég bara hætti að leita að þessum punktum sem ég var með, en en ég bara, já. Já, ég held það bara, en bara gott mál með að það sé búið að samþykkja þetta og verður undir samþykkt bara hér í bæjarstjórn líka. Fyrir fulltrúi Jóhanna Margrét Sigmundsdóttir, fleiri sem óskast til að taka til máls, eða fulltrúi Ragnhildur Sæmundsdóttir. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, aðrir sem á hlýða. Við ræðum hér fyrsta málafundi farsældarráð Vesturlands. Mér langaði bara til að koma inn upp og fagna að við séum að koma inn á þennan stað. Að við séum að fara að rita undir þessa viljayfirlýsingu stofnun ráðsins. Ég held að þetta sé bara gríðarlega mikilvægt. Eins og hefur áður komið fram hérna, þá höfum við hjá Akraneskustad lokið innleiðingu á þessari svokölluðu farsæld og störfum í dag, velferðarsviðið starfar í dag eftir þeim vinnubrögðum sem þar eru, eða eftir því. Og ég held að og við erum eina sveitarfélagið á Vesturlandi, eina sveitarfélagið sem þá innan farsældarráðs sem hefur lokið þessari innleiðingu. Ég held að það sé bara gríðarlega stórt tækifæri fyrir okkur, vegna þess að það er mjög mikilvægt að öll sveitarfélög tileinki sér þessi vinnubrögð. Og þess vegna er þessi vettvangur bara gríðarlega mikilvægur fyrir okkur. Við getum og verðum allavega fyrstu sinn leiðandi í þessu. Það sem eins og ég segi, við höfum lokið innleiðingunni og hér innan í okkar starfsmannahóp er gríðarleg þekking. Við búum yfir mikilli þekkingu og góðum starfsmönnum. Og þá er ég ekki að segja að hjá hinum sveitarfélögunum sé það ekki, en við erum komin, við höfum lokið þessari innleiðingu, við erum að vinna eftir þessu. Og þess vegna er þetta tækifæri til þess að aðstoð hins sveitarfélögin í þessari vegferð og sveitarfélögin öll hérna á Vesturlandi vinni eftir þessari vegferð og náttúrulega öll sveitarfélögin á landinu. Og þess vegna fagna ég því bara að við séum að stíga þetta skref. Þetta er ekki mikil skuldbinding fyrir okkur fjárhagslega. Gengur raun og veru út á það að hvert sveitarfélag greiðir laun þeirra fulltrúa sem eru í ráðinu og við eigum í ráðinu 2 sviðsstjóra og 2 kjörna fulltrúa og það kemur til fyrst og fremst bara út á stærð sveitarfélagsins og svolítið bara í takt við eins og þetta er sett upp hjá SSVAF. Þannig að kostnaðurinn í raun og sem hlýst að ráðinu er þá launakostnaður þess að tekja kjörnu fulltrúa. Það er gert ráð fyrir velferðar og skólaþjónustu. Við eigum sviðsstjóra í velferðar og skólaþjónustunni eða mennta og menningar og velferðarráði. Þar eigum við sviðsstjóran inn í ráðinu. Það er gert ráð fyrir 2 fundum á ári að lágmarki en svo verði stofnuð svona undirvinnuhópar sem eru þá kannski meira hugsaðar að þau sveitarfélög sem eru í innleiðingunni
og sveitarfélög sem eru að vinna þessa átt en við kannski eigum ekki þar, verðum ekki við það borð nema þá kannski meira bara til þess að miðla okkar þekkingu. Þannig að bara fyrst og fremst komin upp til þess að fagna þessum skrefi og ég held að þetta sé bara mikið heillaskref fyrir okkur og Vesturland í heild. Takk fyrir. Fyrir Ragnar Björnsson, Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Það bara þakka þá yfirferð sem að hefur verið hér á undan frá bæjarfulltrúum Jónu Margréti Sigmundsdóttur og Sigur og Ragnar B. Sæmundssyni. Mig langar að taka undir það að þetta er held ég stórt skref og gott fyrir héraðið og svæðið allt í heild sinni og þetta er náttúrulega gert samkvæmt lögum í þeim lögum sem að tóku gildi. Og það er allt rétt sem að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sagði að við hér á Akranesi höfum lokið innleiðingu. Við höfum eina sveitarfélagi sem höfum lokið innleiðingu. Nú verðum leiðandi og við verðum náttúrulega að horfa til þess í þá þeirri vinnu sem er framundan að okkar starfsfólk mun leiða og leiðbeina þarna og við verðum að gera ráð fyrir því að þó við séum kannski, þetta sé ekki fjármuni fyrir okkur, þá er þetta vinnutími sem færi væntanlega í aðra vinnu. Þannig við verðum að gera ráð fyrir því að þetta er þá vinna sem er að bætast ofan á 4 starfsmenn sveitarfélagsins, sviðsstjóra og þá 2 aðra. Þannig að bara svo því sé haldið til haga og þá hugsað hvernig þá önnur vinna sem að verður út undan hvernig henni er þá sinnt. Það er bara það sem ég vil minna á að þegar við fólki okkar fer í vinnu fyrir hér að heild sinni, þá er það náttúrulega líka ekki að vinna fyrir okkur á sama tíma. Takk fyrir. Fyrir Ragnar Björnsson og ég þakka þetta með hlutum sem hafa komið hér upp og tek undir það að þeir hafa áminnt okkur á skuldbindingu sem felst í því að samþykkja tillögurnar sem liggur fyrir fundinum núna. Nákvæmlega eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fór yfir og Ragnar Sveinsson. Það er skuldbinding að taka þátt í svona samstarfi og okkar starfsmenn og kjörnir fulltrúar fara í þessa vinnu fyrir okkar hönd á samvinnu vettvangi sveitarfélaganna á Vesturlandi. Og við höfum þetta allt upp á borðinu þegar við tökum ákvörðun. Sem óskast að það er ekki máls. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Takk fyrir. Ég vildi bara árétta að þetta er frá kaupstaðnum, þá er þetta sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs og sviðsstjóri skóla og frístundar og svo 2 kjörnir fulltrúar. En auk þess þá er starfsmaður á vegum SSV sem er starfsmaður sem áður starfaði hjá okkur og kom að þessari innleiðingu, Bára Daðadóttir, og er mjög fær á þessu sviði og mun halda utan vinnuna og allt starf ráðsins. Þannig en auðvitað held ég að verði þannig að það verði mikið leita til okkar sviðsstjóra bara vegna þeirra sérfræðiþekkingu sem hefur byggst upp hér. Og það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson kom inn á að auðvitað eru þeir ekki að vinna þá aðra að vinna á meðan. En ég held að þetta sé bara gríðarlega dýrmætt fyrir okkur. Vegna þess að ef við horfum á bara Vesturland í heild,
þá eru mjög miklir hagsmunir fólgnir í því að þau sveitarfélög séu að vinna eftir lögunum og þessi vinnubrögð séu að þetta verklag séu raun og veru allstaðar við lýði, eins og bara lögin gera ráð fyrir. Við erum, eins og hefur oft komið fram hérna hjá okkur, að þá erum við, má segja, svokallað sveitarfélag og þetta mun til dæmis held ég skipta gríðarlegu máli þar, að við vitum að það eru allir að taka eins á málunum og það eru öll börn og ungmenni sem fá sömu þjónustu sama hvar þau búa. Þannig að þetta er gríðarlega stórt skref. Takk fyrir. Takk fyrir. Ragnhildur Sæmundsson. Takk fyrir Kristinn Helgi Sveinsson. Ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða, að því ég sagði að þetta væri 4 starfsmenn Akraneskaupstaðar sem væru þarna, þá eru 2 kjörnir fulltrúar, eins og ég lest það, stjórnum málaflokksins, en svo eru þarna lagt til að það séu ábyrgðaraðilar farsældar séu með málfrelsi í farsældarráðinu sem áheyrnarfulltrúar. Það eru 2 aðrir starfsmenn Akraneskaupstaðar sem ég gerir ráð fyrir að það séu þá ábyrgðaraðili farsældar inn á skóla- og frístundasviði og þá ábyrgðaraðili farsældar inn á velferðar- og mannréttindasviði sem eru þá ekki forstöðum sviðsstjórnir. Ég skildi þannig að þetta séu þá alveg 6 fulltrúar frá okkur í 30 manna farsældarráði Vesturlands. Ég er alveg sammála því að þetta er þarft verkefni og það er einmitt þetta sem bæjarfulltrúi Ragnhildur Sæmundsson segir að tryggja það að þjónusta sé allstaðar eins og það sé tekið eins á málum og börn fái sömu úrlausn sinna mála hvar sem er á landinu og í okkar góða héraði. Takk fyrir. Takk fyrir. Kristinn Helgi Sveinsson. Orðið laust. Takk fyrir því sem stærsta. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla líkt og kollega mínir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og Kristinn Hallur Sveinsson koma hérna upp og fagna því að við séum að leggja drög að þessu farsældarráði Vesturlandi og bara impra á því að þetta er heillaskref fyrir okkur og okkar samfélag og sérstaklega í ljósi þess að Akranes hefur verið leiðandi í þessari innleiðingu og þarna erum við að sjá að önnur sveitarfélög eru að leita til okkar og leita okkar þekkingu og sem er bara gott og líkt og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á að þá getur það ekki verið slæmt að við sem að byggja hér upp mikla og góða þekkingu. Eins og ég les skjölin þá eru þetta 4 fulltrúar sem koma hérna frá okkur og eftir sem að mér skilst að þá er þetta nú 2 fundir á ári sem er nú allt og sumt, það er nú engin ósköp og það náttúrulega þá fyrir utan styttri fundina undan en þetta er bara allt gert til þess að tryggja það að lögin og allt farsældarþjónustu það nái fram að ganga og þjóna sínum tilgangi. Takk. Fyrir fulltrúi Íslandskasta, fyrir sem áskriftur að það ekki nóg. Svo er ekki. Ég ætla þá að lesa hérna tillögur af bókun bæjarstjórnar. Er hana upp. Hún hljóðar svona: bæjarstjórn samþykkir skuldbindingu þá sem felst í undirritun samstarfsyfirlýsingar svæðisbundinn samráðsvettvang stofnun farsældarráðs Vesturlands í samræmi við 5. grein laga nr. 86/2021
samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Farsældarráð samráðsvettvangur sveitarfélaga og þjónustuaðila á svæðinu sem starfa í þágu barna og fjölskyldna þeirra og ráðum ætlað að vera stuðningur við stefnumótun og samhæfingu þjónustu í samræmi við farsældarlög og leggja fram tillögur og sameiginlegum áherslum. Gert ráð fyrir að ráðið hittist að lágmarki 2 sinnum á ári. Fjöldi kjörinna fulltrúa Akraneshlusta verði 2 aðalmenn og 2 tilvalmenn. Gert jafnframt ráð fyrir að 2 stjórnendur Akraneshlusta verði hlutaðeigandi málaflokkum eigi sæti í ráðinu. Einhverjir sem vilja gera athugasemdir við þessa bókun eða ræða hana? Og því þá sem samþykkja þessa bókun bæjarstjórnar og gjör svo alveg gefa með því. Það eru 9 hendur á lofti og þá þýð ég þá sem samþykkja fyrirliggjandi drög að skipulagi farsældarráðs sem og drög að verklagsreglum ráðsins að gjöra svo alveg gefa með því. Það eru 9 hendur jafnframt sem samþykkja það. Þá förum við í næstu fundarliði. Fundarliðir númer 2 og 3 snerta á sömu skipulagsbreytingunni, annars vegar út frá aðalskipulagi og hins vegar út frá deiliskipulagi og þess vegna ætla ég að gera þá tillögu að við tökum mína umræðu þessi mál en afgreiðum við síðan að sjálfsögðu hvort í sínu lagi. Einhver sem gerir athugasemd við þá tilhögun mála. Enginn sem gerir athugasemd við það, þá best ég fari yfir bæði málin. Mál 2 á dagskránni, málsnúmer 2508-045. Breyting á aðalskipulagi vegna innersvegar 1, umsókn til skipulagsfulltrúa. Á fundi bæjarstjórnar þann 9. september síðastliðinn var málinu vísað að nýju til skipulags- og umhverfisráðs og ráðinu falið að afla lögfræðiálits vegna þeirra álitaefna sem rakin voru í umræðunni málinu. Gögn málsins ásamt minnispunktum ytri ráðgjafa hafði lögð fyrir skipulags- og umhverfisráð og að yfirferðnu máli þá hefur skipulags- og umhverfisráð samþykkt á ný að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja aðalskipulagsbreytingu vegna innersvegar 1, að breytingin verði send skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnartíðinda samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Þriðja mál á dagskrá, málsnúmer 2308-168, deiliskipulag, Flatahverfi, klasi 5 og 6, innersvegar 1, breyting umsókn til skipulagsfulltrúa og inngangur að því máli í sjálfu sér svo sami og við mál nr. 2. Skipulags- og umhverfisráð tók máli fyrir að nýju, samþykkti á ný framlagða greinargerð skipulagsfulltrúa sem svaraði þeim athugasemdum sem bárust við deiliskipulagið og leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt ásamt greinargerð skipulagsfulltrúa sem svöruðu þeim athugasemdum sem bárust. Ég gef orðið laust, það fulltrúi Guðmundur Ingi Guðmundsson. Forseti, bæjarfulltrúa, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðnar líða. Leiðilegt að ekki geta verið hjá okkur á síðasta bæjarstjórnarfundi. Ég fekk hins vegar þann heiður að horfa á okkur og hlusta og áhugaverðar vangaveltur og sem kom á þeim fundi. Það komið það gagn sem að var óskað eftir svarinu við vangaveltum. Ég held að bæjarfulltrúar þurfi að gera sér alveg grein fyrir því að hér einungis verið að tala skipulagsbreytingu
menn megi ekki vera að rugla einhverju öðru þar á milli. Það er verið að tala um deiluskipulag og aðalskipulag og ekkert annað. Við í ráðinu búin að fara yfir þetta á ansi mörgum fundum hjá okkur. Við beðum útskýringar, gögn og hvaðina, og aðilinn sem sóttu þetta hefur góðfúslega orðið við öllu sem við beðum og samstarfið ekkert nema gott það að segja. En miðað við vangaveltuna sem kom á síðasta fundi þá svona var ég bara svolítið hissa að bæjarfulltrúar skyldu koma með allt það sem kom þar fram á þessu stigi málsins og hafi ekki komið áður fram. Við erum búin að eyða miklum tíma í þetta mál en jafnframt bendi ég á það að við erum einungis að ræða skipulagsmál, ekkert annað, og það snýst þetta mál. Fyrir Guðmundur Ingþór Guðjónsson, fleiri sem óska til að taka til máls. Það fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem hlýða. Rétt eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór fór hérna yfir að þá snýst þetta einmitt bara skipulag. Hér liggur fyrir fundinum beiðni breyting á aðal- og deiliskipulagi og það er það sem við erum að greiða atkvæði Á síðasta fundi sem bæjarfulltrúum vitnaði til þá voru einmitt miklar umræður þetta. Og nú erum við komið með þetta minnisblað, þetta lögfræðiálit sem kallað var eftir á þeim fundi, og það er raun og veru staðfestir að mestu leyti málflutning okkar frá þeim fundi. Okkar hlutverk er að við erum að vinna eftir skipulagslögunum, við erum ekki úrskurðaraðili fyrir heilbrigðiseftirlitið. Fyrir þessum fundi liggur fyrir beiðni að breyta aðal- og deiliskipulagi og það er það sem við greiðum atkvæðum. Takk fyrir. Takk fyrir. Guðmundur Ragnar B. Sæmundsson, fyrir sem óska til að taka máli. Takk fyrir Kristinn Hallur Sveinsson. Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það er okkar hlutverk í bæjarstjórn að samþykkja eða hafna skipulagstillögum. Við höfum einhverjar forsendur til þess yfirleitt. Þær forsendur sem ég tel mikilvægt að horfa til er að þarna erum við að fjalla skipulagstillögu sem að í raun og veru hefur engan tilgang vegna þess að heilbrigðiseftirlitið hefur nú þegar hafnað því að þessi starfsemi geti farið fram í umræddu húsnæði með matvælaframleiðslu við hliðina á. Við vitum þetta. Við vitum vissulega að eru kæruleiðir fyrir þann sem sækir en í raun og veru erum við bara að velta ábyrgðinni á þessu máli yfir á heilbrigðiseftirlitið. Við höfum fengið margs konar skipulagstillögur og umsóknir hluti sem hefur verið hafnað á fyrri stigum og líka í bæjarstjórn. Það hefur gerst. Þannig að ég mun ekki samþykkja, ekki greiða atkvæði með þessari skipulagstillögu bara, og það ástæðan er að ég tel að afstaða heilbrigðiseftirlitsins í málinu sé rétt. Mér finnst líka bara persónulega þetta ekki skemmtilegur staður fyrir bílaþvottastöð. Og þannig að það er bara svona mín hugsun í þessu máli. Takk fyrir.
Fyrir bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson, fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það enginn sem réttir upp hönd. Ég ætla svona bara örstutt að gera grein fyrir minni persónulega afstöðu í þessu máli. Og það er hlutur á fyrirgefnina þó ég gerir það án þess að víkja á stóli forseta. En ég hef lýst þeirri boðuninni áður við fyrri málsmeðferðir á þessari sömu deiliskipulagsbreytingu. Í mínum huga þá erum við þarna í raun og veru að færa til línu sem hefur legið þjóðbrautina, sem skilur af íbúðabyggð og þjónustu öðrum megin og svo svæði þar sem að í boði að vera með ýmiss konar létta iðnaðarstarfsemi með þá Smiðjuvallsvæðið hinum megin. Og ég sagði strax þegar umsækjendur í þessu máli komu fyrst á fundi til bæjarfulltrúa benti ég þeim á það skipulag á hverjum tíma yfirlýsing áform bæjarstjórnar. Skipulag sem gildi á hverjum tíma yfirlýsing það hvernig bæjarstjórn ætlar að taka mál. Og það bara mín persónulega skoðun að þessu skipulagi ættum við ekki að breyta. Ég veit að þarna var ekki bílaverkstæði í mörg ár og það var ekki samkvæmt í skipulagi sem var gilt á svæðinu. En það þýðir ekki þó að sú starfsemi hafi fengið undanþágu eða hafi verið litið framhjá því eða hversu sem það var í mörg ár, þá þýðir það ekki að næsti aðili sem kemur eigi kröfu á sömu undanþágu. Ég held einmitt að nú þegar það inni þeirri starfsemi hætt í húsinu þá hefði einmitt átt að skerpa á skipulagi. Það svona ætlum við að hafa þarna fyrir þjóðbrautina, þarna hér ætlum við að hafa íbúðabyggð og létta þjónustu. Hér með þjóðbrautina á Smiðjuvallsvæðinu, þar getum við haft ýmiss konar iðnaðarstarfsemi með þeim efnum og öðru sem að því fylgja. Þetta bara mín persónulega skoðun á því hvernig við ætlum að hafa skipulagi á þetta nákvæmlega þessu stað í bænum og ég mun samkvæmt að breyta bara samkvæmt minni sannfæringu og ekki samþykkja þessa breytingu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki. Þá tökum við fundarlið númer 2 til afgreiðslu, breytingu á aðalskipulagi vegna Einnesvegar 1 og ég bið þá sem að samþykkja breytingu á aðalskipulagi vegna Einnesvegar 1 og breytingi verður send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu að gjöra svo að gefa með því. Það voru 7 hendur á lofti, ykkur á móti. Það eru 2. Að auki fyrir þá sem að samþykkja framlagða greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar bæjarstjórnar við framkomnu athugasemdir við aðalskipulagsbreytinguna sem fólgin í að sett verði sérákvæði fyrir landnotkunarflokk VATT 212 sem heimilar starfsemi bílaflokkarstöðvar. Sem þessi samþykkja greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar bæjarstjórnar við athugasemdir gjör svo ekki afmerki. Það eru 8 hendur á lofti, ykkur á móti. Nú ekki. 3. fundarliður
Þeir sem samþykkja deiliskipulagsbreytingu Flatahverfis klasa 5 og 6 og Vinnuvegar 1 og breytingi verður send Skipulagsstofnun og birt í G-deild Stjórnartíðinda til að svo við nokkuð. Það eru 7 sem samþykkja það, 1 á móti, það eru 2 á móti. Og þá í framhaldi þessi samþykkja framlaga greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar bæjarstjórnar við framkomnum athugasemdum gera svo vel ekki á ekki. Það eru 8 sem samþykkja það, 1 á móti, það er ekki á móti. Þá förum við í 4. fundalið, málsnúmer 25.01.002. Fundargerðir bæjarráðs á árinu 2025 og hér er lögð fram fundargerð frá fundi bæjarráðs nr. 4602 sem fram fór þann 11. september síðastliðinn. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs að þetta er Líf Lárusdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins sem okkur hlýða. Ég kem hér upp undir þeirri fundargerð bæjarráðs sem hér er lögð fram. Við vorum í fjárhagsáætlunar umræðu, vorum að leggja áherslu á það við fagráðan okkar að skila inn eða yfirfari sínar gjaldskrár fyrir næsta fund okkar sem fram fer nú á fimmtudag. Og vorum í rauninni bara að fara yfir og vera vissum að við værum á tímalínun okkar og lögðum áherslu á tímamörkin sem við settum okkur í rauninni þegar við fórum í að útbúa svona tímalínu þessari vinnu fyrir haustið og samanber umræðu sem við áttum á síðasta bæjarstjórnarfundi í máli nr. 2 þar sem vorum að tala eins þær aðgerðir, þær hagræðingaraðgerðir sem við höfum verið að fara í að við vorum þá í rauninu formlega að fela sviðsstjórum að taka saman yfirlit aðgerða sem hefur verið ráðist í á þeirra sviði ásamt fjárhagslegum áhrifum þeirra. Nú, mér langaði líka að nefna við ykkur, við vorum að vinna í erum að horfa á lokadrög gagna vegna útboðs á akstursþjónustu sem við fengum lögð fram til kynningar sem við vorum svona með nokkra vangaveltur. Í máli númer 9 langaði mig líka aðeins að staldra við. Það er mál sem snýr að inniaðstöðu hjá Gólflúnu Leyni til vetraræfinga fyrir börn og ungmenni sem hingað til hafa haft aðstöðu í kjallarnum og Garðavöllum. Forsaga kannski í málinu, það hefur nú frá árinu 2020 flætt reglulega inn í kjallarann. Mismikið en hefur þó leitt til þess að tímabundi hefur þurft að loka æfingastöðinni og við það hefur einnig fallið kostnaður bæði á Akraneskaupstaður sem og Golfklúbbinn Leyni. En þegar kjallarinn var upphaflega tekin í notkun sem æfingaraðstaða þá var fjöldi barna og ungmenna innan við 20 og þjálfari 60% starfi. Í dag eru yfir 60 börn og ungmenni á æfingum yfir vetrartímann og íþróttastjóri í 100% starfi. En tímalína málsins í stjórnsýslunni hér hjá okkur sýnir að það í rauninni hefur bæði farið fyrir skólafrístundaráð og bæjarráð en við í rauninni vöktum eða bentum á það fljótlega í raun værum 2 aðskilin mál sem verða þarna í gangi á sama tíma. Annars vegar er það bara nauðsyn þess að verja mannvirki í okkar eigu vegna hárrar grunnstöðu vatns og hins vegar að finna lausn á æfingaaðstöðu innandyra. Bæði til skamms og langs tíma. En skólafrístundaráð hefur lagt áherslu á það sem ég held að við séum öll sammála að reynt verði eftir fremsta megni að finna starfsemi íþróttafélaganna okkar húsnæði í okkar mannvirkjum sem er og verður áfram okkar markmið. En það er hins vegar uppi tilvik núna að núverandi húsnæði er ekki nothæft og í raun á alveg eftir að komast reynsla á þá framkvæmd sem nú er í gangi til að verja húsið. Við höfum undanfarin ár gert ýmsa leigusamninga við félög sem hafa þurft tímabundna aðstöðu vegna vandamála í húsnæði sem hýsir starfsemina. Ég nefni dæmi Kraftlyftingafélagið, Klifurfélagið, Rafíþróttafélagið, Pílufélagið og fleiri. En þá hafa ákveðin félög eins og Körfuboltafélagið, Körfuknattleiksfélagið og Keilufélagið fengið sérstakan stuðning vegna lokunar á íþróttahúsinu á Vesturgötu.
Þetta sýnir að við höfum vilja bregðast við þegar þörfin er brýn og málefni golfklúbbsins hafa nú verið til umfjöllunar vegna vanda í húsnæði allt frá árinu 2023. Við höfum nú sagt upp leigusamningi á Smiðjuvöllum þar sem Klifurfélagið var nú nýverið að frumsýna klifurvegg á Vesturgötu í Þjóðarbókasafninu sem frábært skref. En aftur að leyni, bæjarráð síðasta bæjarráðsfundi fól sviðsstjórum að vinna drög á samningi húsnæðisstuðning fyrir golfklúbbinn þannig að barna- og unglingastarf klúbbsins geti haldið áfram. Og jafnframt lögðum við áherslu á það að aðstæðan myndi nýtast fleiri hópum, þar á meðal fepan og sprækum skagamönnum, en þetta í takt við markmið okkar sem sveitarfélagssamannvirki og stuðningur nýtist sem breiðustum hópi. En þegar samningurinn húsnæðisstuðning liggur fyrir verður hann ánefa aftur til umræðu hér, en við höfum hins vegar sagt að við ætlum að hjálpa golfklúbbnum Leyni svo ekki verði að ræða þjónusturof í starfi barna og ungmenna, jafnframt afreksstarfi klúbbsins og að vetrarstarf geti hafist síðar í haust. Takk fyrir. Takk fyrir að hendur Lín Lárusdóttir fleiri sem óskast eftir að hennar til máls. Það fyrir líka starfstað. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að fá að koma hérna undir málefni, málefni númer 9. Það sem að ég ætla að spyrja einmitt út í sambandi við golfklúbbinn. En það rétt sem bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kemur hérna inn á að þetta mál hefur verið til umsagnar inn í skólafrí, þar sem það sannarlega á heima. Og þegar við fórum í sumarfrí, 20. júní, að þá var bókunin okkar inn í skólafrístundaráði að sviðsstjóra væri falið að vinna málið áfram og væri svo til umfjöllunar hjá bæjarráði. Inn í bæjarráð kemur svo málið núna í sumar, þar sem að ég veit að sviðsstjóri skólafrí hafði sett saman ýmsar valkostagreiningar hvaða valkostir væru í boði. Það var alfarið og eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á áðan að þá höfum við í skóla- og frístundaráði og að því að ég taldi allir hér inn í bæjarstjórn á því að hafa æfingar hjá íþróttafélögum sem að við styrkjum innan okkar veggja og skóla- og frístundaráð lagði mikla áherslu á það að það væri gert og ég veit að það var mikil vinna lögð í það. Svo fer málið inn í bæjarráð 13. ágúst og í fundargerð númer 3600 með leyfi forseta bara bóka mjög skýrt. Sá valkostur sem felur í sér að Akraneskaupstað gerist leigutæki kemur ekki til greina. En unnið að lausn svo barna- og unglingastarf geti haldið áfram að þróast og dafna. Bæjarráð felur sviðsstjórum stjórnsýslu og fjármálasviðs og skóla- og frístundarsviðs að eiga nánara samtal við framkvæmdastjóra klúbbsins mögulegar útfærslur annar valkosta. Að mínum mati þessi bókun mjög skýr og lýsir að því að ég segi bara mjög skýrt hver vilji ráðsmanna hefur verið að fara ekki út í kostnaðarsamar leigugreiðslur á almennum markaði. Ég ger mig grein fyrir því að sú staða sem að golfklúbburinn hefur verið í með æfingaraðstöðuna hefur ekki verið góð, alls ekki. Og ég veit að það hefur verið ráðist í framkvæmdir til þess að laga það og eftir því sem ég best veit að þá skilst mér að það sem búin að koma upp þarna dælum og einhverju og það mikil vöktun í gangi alltaf og upp á ef eitthvað skildi fara að leka. Þannig að ég get ekki betur séð en að við séum að reyna okkar allra besta allavega. Það að skuldbinda bæinn í það að fara að borga kostnaðarsama leigu bara
hvenær ætlum við að hætta? Hvar ætlum við að stoppa? Við erum að tala einhverjar nokkrar milljónir á ári. Hvar ætlum við að finna þá peninga? Við erum nýbúin að taka fyrir beiðni hjá Sundfélaginu upp á réttur 2 milljónir. Við sögðum nei við því. Áttum ekki pening fyrir því. Þannig ég eins mikið og mér langar til þess að vera rosalega jákvæð fyrir þessu að þá bara því miður, þá get ég það bara ekki. Því ég skil bara ekki hvar ætlum við að finna þessa peninga, hvar ætlum við að skera niður einhvers annar staðar. Vissulega hefur barna- og unglingastarfi hjá þeim vaxið og dafnað og það er alveg frábært. Það er frábært að fylgjast með flott félagi eins og golfklúbbnum, vaxa og dafna eins og það gerir og ég tala nú ekki þegar þeir hafa verið að bjóða upp á ókeypsæfingar sem er bara vel. En mín hugsun er svo, þurfum við ekki aðeins að staldra við og segja hvað erum við að fara niður, hvað ætlum við að styrkja? Ætlum við að styrkja æfingarhúsnæði fyrir golfklúbbinn út í bæ, fyrir alla kylfinga í bænum, eða ætlum við að skilyrða það við ákveðin aldur? Það er að segja að við sem að styrkja barna- og unglingastarf, því að mínu mati og ég veit margra annar hér inni, að þá skil ég ekki alveg hvernig við ósköpunum við eigum að geta staðið á því að niðurgreiða æfingarhúsnæði út í bæ, út í óvundala fyrir bara allt æfingarstarf golfklúbbsins. Takk fyrir. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á okkur hlýða. Ég kem hér upp, langar að fara aðeins yfir eftir athugasemdir frá bæjarfulltrúa Lífásins Skarðstað. Það er alveg rétt sem bæjarfulltrúin kemur inn á að 13. ágúst var það bókað inn í bæjarráði að sá valkostur að Akraneskaupstaður myndi gerast leigutaki, kæmi ekki til greina. Þar voru fleiri valkostur undir samanber annars konar húsnæðisstuðningur sem við erum hér að ræða Það er auðvitað þannig að með því að gerast leigutaki þá er líka meira sem fellur á frekari skyldur starfsmaður sem þarf að vera að sinna samningi og samningagerð og svo framvegis sem að við höfum hingað til þó gert en erum að segja að við ætlum ekki að gera. Það er alveg rétt og skólafrístundaráð stóð fast á því að leggja mikla áherslu á það að okkar húsnæði séu skoðuð og það var akkurat gert þarna. Það var í nýjastósi var skoðað, það var farið í gegnum það húsnæði sem hugsanlega gæti nýst á Vesturgötu og var ekki hægt að skoða eða hægt að nýta. Það sem kannski að því þú talar að mögulega við séum að leigja eitthvað fyrir einhverja. Mér fannst allavega mjög skýrt í þeirri góðu valkostagreiningu sem var unnin byggð á þeim fjölda iðkenda sem við værum með að það út úr þeirri greiningurinn kom þessi tala 250 fermetrar og inn í umræðinu hefur þetta alltaf verið húsnæði sem á hýsa starf fyrir börn og ungmenni. Það er línan okkar og það er líka línan okkar við gerð samnings húsnæðisstuðning. Þannig að rétt við bókum þarna 13. ágúst að við ætlum ekki að gerast leigutaki og við ætlum ekki að gera það. Við ætlum eins og vera að styðja félagið með þessum hætti. Og hvar á við að finna peningana? Jú, það er þröngt hjá okkur, það er alveg rétt. Við erum núna að segja upp húsnæði og við erum að horfa fram á það annað félag komist í húsnæði, í okkar húsnæði sem að sjálfsögðu þýðir að við höfum að greiða leigu þar. Þetta hefði verið betra að nýta það fyrir í bara skuldir og annað sem sannlega við horfum fram á en við erum að ákveða að standa með félaginu með þessum hætti. Og þá þurfum við að finna þennan penning. Og eins og ég segi, þarna er að losna og við þurfum auðvitað annað að skoða það hvar við hagræðum á móti. Takk fyrir. Takk fyrir, það er Líf Lárusdóttir og það er Lífásins Skarðstað. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég þakka bæjarfulltrúa Líf Lárusdóttir fyrir svarið. Svona
varðandi þessa valkostagreiningu sem að sviðsstjóri hjá Skóla frístundasvið fór í. Vissulega búið að fara í gegnum marga valkosti. Það sem að aftur á móti, mér langar að spyrja, hver það sem segir að það sé ekki hægt að fara aftur inn í kjallarann? Er það eitthvað sem reynt á okkar hálfu, eða það orð einhverja ákveðna aðila sem halda því fram það sé ekki hægt? Öðru lagi, 250 fermetrar fyrir 60 krakka töluvert mikið ílagt og sú þarfagreining að 60 börn fyrir 250 fermetra, það bara og halda því fram að þetta mun ekki nýtast öðrum heldur bara börnum og ungmennum í Keili en alltaf bara, í golfklúbbnum en alltaf bara fjarstækjum, sko, því að við vitum það alveg, þarna verið að það ekki bara börn og unglingar sem þarna, okkar hlutverk á að vera að styrkja og styðja við barn- og unglingastarf, en þegar við erum með klúbb sem með sitt eigið tekjumódel og getur rekið sig sjálfur, þá eigum við ekki verið að niðurgreiða leigu fyrir þá út í bæ. Það bara hlýtur að segja sig sjálft. Svo langar mig að segja, með önnur félög sem hafa verið staðið með kaupstaðnum í því að halda sig á línunni og vera að passa sig á því að með hvað þeir hafa verið að biðja styrkum og annað. Ég bara ansi hrædd að nú opnast flóðgáttin og nú fáum við bara allt og það verður ekki skemmtilegt. Það þurfa að rökstyðja það af hverju við getum ekki staðið við þau eins og við ætlum að standa með golfklúbbum. Ég hef ekkert á móti golfi eða golfklúbbum, bara alls ekki. En þessi leið bara að mínu mati algjörlega fráleit. Fyrir Lífánsson Stjálta, fyrir Sigurður Skjöldur og Böðum Móks, fyrir Lífið Ástóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Við erum að ræða fundargerð bæjarráðs, málinu aðstæða fyrir leyni. Bæjarfulltrúi Lífánsson Stjálta spyr hvort að hún svona hefur, velti fyrir sér hverju koma til með að nýta húsnæði. Okkur fannst mikilvægt og þess vegna kom það fram í okkar bókun að bæði Þepan og Sprækisskagamenn kemur til með að nýta húsnæði. Mér finnst erfitt að bera saman af því að núna við setjum í ákveðna ferli beiðnir sem snúa mögulega tækjakaupum og það búið að leggja bara línu sem okkur finnst alls ekki alltaf skemmtilega sanngjörn en það alltaf lína til staðar, sérhæfður búnaður og slíkt. Mér finnst einhvern veginn húsnæði fyrir börn og ungmenni auðvitað hægt að segja þið hafi verið valin til að greiða fyrir það sjálf en mér finnst ákveðin lína að vera lögð í önnur félög. Börn og ungmenni náttúrulega í húsnæði á okkar vegum og ég alveg sammála ykkur að það ekki heppilegt að þetta sé leiguhúsnæði og ég styð Skóla frístundaráð fullkomlega í því að leggja þessa áherslu á að þetta sé í húsnæðum á okkar vegum. En ég sé ekki að það sé þess ekki hægt og þess vegna séum við að fara þessa leið. Já, takk fyrir. Fyrir Böðum Lífið Ástóttir og næstu umhverfisráð fyrir Kristín Helgu Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varum sem okkur líða. Við ræðum lið 9 í fundargerð bæjarráðs varðandi húsnæðisúrræði fyrir golfklúbbinn Leyni, æfingaaðstaða innan húss. Ég velti fyrir mér þegar ég bara hugsa þetta núna með að við þær tölur sem hér hafa verið nefndar, 60 börn, 250 fermetrar. Ég velti fyrir mér 60 börn með kylfur og bolta, hvort að í 250, hvort að það sé nógu stórt. Og öllu gansleftu, þá mín skoðun svo að ég sé ekki alveg rökin gegn því að ef við förum út í að leigja húsnæði, að við eigum þá að takmarka notkunina við einhvern ákveðinn hóp. Ég held að ef
bæjarfélagi leigir húsnæði undir íþróttastarfsemi þá að ná sem mestri nýting út úr því húsnæði. Þannig að ef að þessi leið verður farin, að við förum í það að leigja húsnæði fyrir æfingaðstöðu fyrir golfklúbbinn, að þá eigum við að reyna að nýta það húsnæði sem best og sem mest. Takk fyrir. Fyrir Kristinn Halldór Sveinsson, fulltrúi Lífeyrissjóðs starfsmanna. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Þakka forseta kærlega fyrir að leyfa mér að koma inn upp í þriðaskipti. Svo að þeim misskilningi sé nú kannski eitt, ég var nú kannski, mín hugsun var sú að bærinn borgi ekki að fullu fyrir leigu á húsnæði fyrir golfklúbbinn, heldur að okkar leið sé sú að við borgum fyrir þau börn og ungmenni sem sannarlega eru í golfklúbbum. Ekki það að við séum að niðurgreiða sport fyrir aðra en börn og ungmenni. Það er það sem ég vildi koma áleiðis. Takk. Takk fyrir þennan punkt. Takk fyrir Lífeyrissjóðs starfsmanna. Ég held að við séum öll sammála þetta. Þannig ég er ekki að gefa. Það finnum við öll sammála. Það ekki fyrir Sædís Alexía Sigurjónsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem kunna á okkur að hlýða. Mér langar bara aðeins að koma þetta upp undir þessu sama máli, undir fundargerðum bæjarráðs. Man ekki nú með hvað þetta var á dagskrá, afsakið fundarritari. En það sem kannski ég tek alveg undir það sem búið koma inn á fram. Ég held að við séum öll á sama með eins og bæjarfulltrúar Lífeyrissjóðs Skagfirðar kom inn á. Við viljum sjá farsælt íþróttastarf rekið fyrir börn og ungmenni. Það er okkar hjartansmál og við viljum tryggja það að allir hafi góðan aðgang að góðum tækifærum til að stunda íþróttaiðkun þegar kemur að börnum og ungmennum. En það er barnvænt sveitarfélag og heilbrigðissamlegt sveitarfélag og svo framvegis. Það sem mér finnst aðeins kannski vant inn í þessu valkostagreiningu er að rýna þess í að því að nú hefur þetta mál verið líka inn í skipulagsumhverfi, það kemur aðrir mannvirkjum sem við berum ábyrgð á sem er náttúrulega núverandi golfskáli á Garðavellir og allir því vandræði sem hefur verið í kjallaranum og verið komið upp margar hugmyndir hvernig við getum leyst úr þeim vandamálum sem er þar en við verðum að horfa samt í þann raunveruleika að það hverfur ekkert þó að það fari í annað húsnæði. Við verðum enga síður að ráðast í nauðsynlegar úrbætur þannig að kjallarinn sé í lagi. Og það sem kannski vantaði líka inn í þetta samráð er að hvað þau sem að gera við kjallara núna ef starfsveifin á að fara annað. Þetta er hús sem tekið í notkun hvenær 2018, 19, 18 ekki. Alls ekki gamalt hús. Og erum við að fara að nýta alla þessa fermetra kjallarann í hvað? Geymslur. Sem er algjör synd. Þess vegna hefði maður kannski viljað sjá, er einhver aðri valkostur upp í stöðunni? Hefði við getað breytt kjallarnum með einhverjum hætti? Hefði við getað nýtt til dæmis 2 ný uppsprottin fyrirtæki á Akranesi sem er að bjóða upp á golfhermi og aðstöðu fyrir golfara, þá sem eru börn og ungmenni. Hefði við getað farið í eitthvað samstarf þar, þannig að við verum ekki að fara í auknar leigu skuldbindingar fyrir sveitarfélagið. Var það raunverulega skoðað, spyr ég, að ég sé það ekki í valkostagreiningunni svona í fljótu bragði. Þannig að því að það kannski sem að vaki fyrir mér er það er við að opna einhvern möguleika á aukna samkeppni við þessi 2 fyrirtæki sem voru að koma á Akranesi og við erum síðan að styrkja golfklúbbinn á móti. Þú veist, ég bara segi þetta eins og þetta er, svo það blasir við mér. Og því mér leiðir þetta með ef ég er að fara með rangt mál. Þannig að þetta finnst mér líka alveg svona hagsmunamál sem við þurfum að halda á lofti. Takk fyrir. Takk fyrir. Sædís Alexía Sigurjónsdóttir. Fleiri sem óskast að taka til máls. Það er Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, aðrir sem á hlýða. Við ræðum hér mál númer 9 og fundargerð bæjarráðs. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Sædísi Alexíu Sigmundsdóttur. Það er gríðarlega mikilvægt
í þessu máli að þá séum við ekki að skekkja samkeppnisstöðu þessara tveggja fyrirtæki sem eru á markaðnum. Það er gríðarlega mikilvægt að þegar við förum í þessa samningagerð við golfklúbbinn, þá séum við að gera það algjörlega fyrir það að það geti skapast eitthvað grundvöllur þar sem við erum í raun og veru með stuðning bæjarins að gera út sjálfstæðan rekstur. Það má aldrei verða. Svo er tók hérna niður nokkra punkta. Kristinn Hallur talaði að leigja og við ættum að fullnýta aðstöðuna. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Svinsson. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir talaði hins vegar að við erum ekki að leigja. Og fór hér yfir það að kosti þess að við værum að styrkja félagið og það myndi sjá væri þá leigutækin og sæja samningagerð og annað. Við vorum leigutækin til dæmis hjá Klefufélaginu á Kalmarsvöllum. Klefufélagið hins vegar sá allt utanumhaldur annað á húsnæðinu. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir komin inn á að við höfum sagt upp leigu og öðru húsnæði og vissulega hefði verið gaman ef við hefðum getað nýtt það fjármagn. Ef við getum nýtt það fjármagn að hluta til í þetta, en hefði verið gaman ef við getum nýtt það fjármagn til að greiða niður lánið annað. Staðreyndin hins vegar sú að við þurftum að taka lán fyrir þeim leigugreiðslum og við þurfum líka að taka lán fyrir þessum leigugreiðslum. Við erum ekki að fara að greiða niður nein lán, við erum að fara að taka lán fyrir leigugreiðslum. Fjárhagsstaða okkar er bara þannig að við erum með milljarð yfirdrátt og við erum búin að maksa. Við erum að fara að sækja aukin yfirdrátt. Þannig við erum að fara að taka lán til þess að geta leigt húsnæði út í bæ. Og ég held að sé allir bæjarfulltrúar sammála það og búið að koma vel fram hérna í dag að það vilja öllum félögum við vilja gera allt sem þau geta fyrir öll félög. Við viljum að sjálfsögðu að öll börn geti stundað sína íþróttir og annað. En við verðum líka svolítið að horfa á stöðunni eins og hann er. Bæjarfulltrúi Líf Ása Skarðsstað kom hérna inn á mál sem hafa komið inn í skóla og frí og hefur verið neitað. Við vitum líka alveg að öðrum þreifingum hjá öðrum félögum þar sem þau hafa ekki komið inn vegna þess að þau vita bara hvernig staðan er. Málin hafa í raun og veru aldrei ratað inn í formlega afgreiðslu vegna þess að það er bara búið að svara þeim fyrirfram. Staðan er bara svona. Og ég tek undir með bæjarfulltrúa Líf Ásu Skarðsstað að ég held að þessi afgreiðsla ruggi bátnum töluvert mikið. Og ég veit það eru félög núna frá því við tókum þetta inn í bæjarráð sem eru búin að hafa samband við mig og búin að bera upp alls konar hugmyndir. Og ég hef auðvitað sagt þeim bara, þessar hugmyndir fara þá bara í það ferli sem þeir eiga að fara inn í fagráðinn og að lokum inn í bæjarráð. Og ég get bara ráð fyrir að félagi mínu í bæjarráði afgreiði það þá jákvætt ef að þetta er eitthvað lína sem við ætlum að leggja núna. Ég held að það er vissulega þannig eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á að það hefur orðið mjög mikið fjölgun í félaginu. Það er bara gott, það er mjög gott. Og við höfum fengið af því fréttir hjá forsvarsmönnum félagsins, golfklúbbsins, að við erum bara stöndum klúbbum framast hér á landinu í fjölda barna. Það er bara frábært. Og það er heldur bara í takt við svolítið önnur félög hjá okkur. Það er gríðarlega mikið af börnum og ungmennum sem æfa íþróttir á Akranesi og að því eigum við að vera virkilega stolt. Ég hefði hins vegar alveg viljað sjá að við hefum sett aðeins meiri vinnu í það að rýna í kjallarann. Það er búið að fara fram það núna töluverð vinna. Það er búið að koma þar fyrir auknum dælum. Það er búið að slípa plötu og það er búið að fara fram þar alls konar mælingar. Það fór fram mælingar og skoðun hjá þeim sérfræðingum sem við höfum leitað til í loftgæðavandamálum í öðrum stofnunum. Þær ábendingar sem komið þar fram snéru ekki af loftgæðum, heldur bara alls konar frágangi og annað til þess að koma í veg fyrir utanaðkomandi leka og annað. Það eru 60 börn sem æfa þarna og önnur félög, þau stunda æfingar frá kl. 2 á daginn til 10 á kvöldin. Ég hefði alveg viljað sjá, við hefðum aðeins rýnt í bara stundatöflur og annað. Því að alveg eins og kom inn á áðan, þá er bara staðan þannig að við erum að fara að taka lán fyrir leigugreiðslum. Og mér finnst það bara langt í frá að vera ábyrg meðferð á fjármagni.
Við erum bara, staðan okkar grafalvarleg og mér finnst þetta bara, þessi ákvörðun ekki vera að senda rétt skilaboð út í samfélagið. Og þá ætla ég ekkert að blanda því saman að við viljum ekki gera allt fyrir öll þau félög sem við getum. Ég held að við höfum alveg sýnt það bara þessi bæjarstjórn og bæjarstjórnir á undan að á Akranesi hefur alltaf verið gríðarlega mikill velvilji með íþróttahreyfingunni. Það hefur núna síðustu 2 kjörtímabilum, ég held aldrei í sögu bæjarins hafi verið byggt upp eins mikið í kringum íþróttamannvirki. Golfskáli sem tekið í notkun 2019, reiðhöll, nýtt íþróttahús á Jaðarsbökkum, íþróttahúsið á Vesturgötu tekið algjörlega í gegn, sundlaugin, Bjarnalaug tekin í gegn, fimmleikahús 2018 kemur notkun, þannig að við erum búin að byggja gríðarlega mikið upp og það á teikniborðinu ný sundlaug og fleiri íþróttamannvirki. Og auðvitað væri það þannig að óskastaðan væri auðvitað svo að við myndum byggja uppi golfvöll, bara góða inniaðstöðu og fleira. En við erum bara ekki í þeirri stöðu og við verðum að vinna með stöðunni sem hún en ekki eins og við vildum að hún væri. Og enn og aftur, við erum að fara að taka lán fyrir leigugreiðslum. Takk fyrir, Ragnhildur Sæmundsson, orðið í laust. Ekki Bævars, Lína. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Mér finnst bara svo mikilvægt samanber það sem ég las upp úr bókun bæjarráðs áðan að er að ræða eins og tillagan þá þetta húsnæðisstuðningur sem greiddur þeim til þess að gerast leigutæki, bara svo það sé alveg ljóst að það sést kennitala bæjarins tekur ekki húsnæði á leigu, heldur húsnæðisstuðningur, þannig að félagið tæki húsnæði til leigu. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson nefnir Hólskeflu sem kemur núna inn á alls kyns biðnum og auðvitað geta hvers kyns tilvik sem ég tel þó að þurfa alltaf að meta hvert fyrir sig, rugga slíkum bát, en auðvitað erum við þarna að tala að ég tel húsnæði fyrir börn og ungmenni sem ekki nothæft. Við erum sannarlega að reyna að finna út úr málum og hlutunum hérna í kjallaranum, en það eru kannski önnur félög sem ekki, ég veit þetta ekki það samt ekki og þykist nú þekkja þetta ágætlega að þessi félög, auðvitað veit ég það vel að það eru félög sem að myndu gjarnan vilja betri húsnæði. Ég meina við erum að horfa á alls konar byggingar sem við ætlum okkur í og höfum gert eins og bæjarfulltrúum fór jafnframt yfir allt sem við höfum verið að gera í þessum efnum þegar kemur að mannvirkjum. En eins og ég segi, ég held samt að þetta sé þannig staða, en að sjálfsögðu það bara einhver umræða sem við tökum þegar og ég vil líka benda það sem finnst mikilvægt og við höfum líka fengið ákveðna hvatningu til þess frá framkvæmdastjóra IA að hann með okkur í þessari umræðu. Þannig að mér finnst líka mikilvægt að hafa framkvæmdastjórn IA með okkur af því þau auðvitað eru líka í samskiptum við félögin og geta þá kannski, eða þú veist, ég held að við séum þá sammála að þetta sé svona sé þetta tilvik og þau eru með okkur með hvað þetta varðar og sem sagt framkvæmdastjórinn hefur setið fundið með okkur vegna þessa. Takk fyrir. Takk fyrir, Lína Alsdóttir, sem óskar ræða Bæjarráðs, Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða, af því það var hnýtt í það sem ég sagði áðan að bærinn væri að fara að leigja. Ég hefði náttúrulega væntanlega átt að segja ef það verður leigt húsnæði fyrir, það er svo sem ekki komin ákvörðun það ennþá og þetta er enn í einhver umræðu. Þannig að ég bara biðst afsökunar á því að hafa afvegaleitt bæjarfulltrúa með því að segja bærinn leigði. Ég ætlaði ekki að valda titringi innan bæjarstjórnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er Kristinn Sæmundsson, fleiri sem að vilja taka til máls. Það er ekki fyrir Lína Sigmundsdóttir.
Ágæti forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég er að koma hér undir sama máli og aðrir bæjarfulltrúar úr fundargerð bæjarráðsmáli númer 9 og bara mjög þarfar og góðar umræður sem að hafa orðið til hér þetta mál. Mér fannst bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir rekja sögu íþróttafélaga og hrakningu vel og við erum með fordæmi fyrir því að aðstoða koma þeim félögum til aðstoðar hvað varðar húsnæði. Það var margir punktar komið upp og allir góðir. Ég þegar að kemur að húsnæðismálum og svo öðrum beiðnum íþróttafélaga vandi styrki vegna búnaðar eða sérstaks búnaðar. Við höfum vissulega verið að neita þeim sem er miður en ég lít ekki á þetta sem svona sambærilegt en við höfum öll bara okkar mat á því. Og það var komið líka inn á varðandi þarfagreininguna og valkostagreininguna sem var lögð til. Það má alveg taka hana og rýna hana vel og sjá hvort að við hefum getað gert betur þar og ég held að það sé þá bara tækifæri til þess. En hvað varðar þetta húsnæði, þennan fermetrafjölda og annað, þá vona ég nú að þeir sem hafi eitthvað að vita á golfi og hvernig börn og ungmenni og aðrir spila golf hafi getað sagt til það hver þörfin raunverulega væri og þess vegna hafi þessi valkostir sem við lögðum fram ekki verið góðir eða ekki hægt að nýta. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hann kom inn á samningsgerðina og ég tel bara að við þurfum að vanda okkur vel við gerð þessa samnings. Og en það er bara málið er bara að það sé ekki að bara börn og ungmenni geti stundað íþróttina sína. Það er náttúrulega það sem að vaki fyrir öllum en og staðan ekki góð eins og allir hafa komið inn á, en mér finnst það er mikilvægt að það verði ekki þetta rof á þessu íþróttastarfi, en það er kannski bara í mörg horn að líta í framhaldinu. Takk. Við ræðum hér fundargerð bæjarráðs, sem óskar það til máls. Það er Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á Hlíða. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom mér upp og benti réttilega á og leiðrétti mig að kaupstaðurinn væri ekki að fara að leigja, sem er rétt og ég vil þá bara kannski leiðrétta sjálfa mig líka að við erum þá ekki að fara að taka lán fyrir leigu, heldur erum við að taka lán fyrir húsnæðisstuðningi. Takk fyrir, Ragnar B. Sæmundsson, þeirri sem óskar til að taka til máls. Svo er ekki umræðan þessi fundargerð bæjarráðs og september 2025. Nú verðum við næsta fundarlið. Fyrsti fundarliður, málsnúmer 25/01/03, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2025 og hér er lögð fram fundargerð 151. fundarráðsins sem fram fór 16. september síðastliðinn. Og við lausn með þessu fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það þykir við Björn Helga Bensson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langar að byrja á því
að ræða þarna mál 1 í fundargerðinni sem hefur þann skemmtilega titil Fjölliðan nýting gámastofa. Titillinn náttúrulega tilkomin því að það kom upp svo hugmynd að nýta þær eina af þeim stofum sem eru upp í grundaskóla undir talningavél, sjálfvirka talningavél fyrir umbúðir í Fjölliðinni. Þetta svona verkefni sem við höfum verið að skoða skipulags- og umhverfisráð aðalega og við höfum verið að fjalla líka hjá okkur í velferðar- og mannréttindaráði. Staðan þannig að Fjölliðinni býðst að fá sjálfvirka talningavél frá Endurvinnslunni og að það framarlega í röðinni eftir slíku tæki og ég held að sé mjög brýnt að við tökum jákvætt í þetta og finnum lausn á þessu. Ég veit að verkefni núna hjá skipulags- og umhverfisráði að leysa þetta mál þannig að við getum hugsanlega komið fyrir húsi á lóð inni hjá það sem að Endurvinnslan móttaka Endurvinnslan og Búkalla núna hjá Akri og ég held að þetta mál sé þarft, ég held að þetta sé mjög æskileg þjónusta að hafa í bænum, að þetta sé góð sé gott verkefni, góð þjónusta í þessu eykur bara þær umbúðir sem fara þarna í gegn og eykur tekjur þá Fjölliðinnar og þannig að ég ætla að biðja bæjarfulltrúa þegar þeir fjalla þetta mál í sínum ráðum og nefndum að standa með því. Þannig að bara svo það sé sagt. Jafnvel þó við þurfum að taka lán fyrir því. Síðan það mál 3, hreyfill samkomulag um heilsutan mat. Við vorum þannig að hafna hækkun á taxta hjá þeim sem hefur verið með þetta verkefni fyrir hönd bæjarins sem samningur við hreyfill. Ég hef alveg á tilfinningunni við getum fengið hagstæðari verð með því að semja við aðra aðila. Þannig að það þó allavega jákvæðar fréttir úr innanlandskerfinu og síðan þetta náttúrulega líka eitt af þeim verkefnum sem stendur til að bjóða út í því útboði sem Líf Lárusdóttir formaður bæjarráðs fjallaði áðan í fundargerð bæjarráðs varðandi útboð á akstursþjónustu. Þá þetta hlutaverkefni þar. Þannig að það verður þá líka þegar það fer í gang þá spurningin hvaða tilboð við fáum þar. Þannig að þetta svona það sem ég vildi tala hér og nú. Takk fyrir. Takk fyrir. Það fyrir Kristján Atli Sveinsson. Það til máls. Það myndi fundargerð frá mannréttindaráðs. Svo ekki. Fundargerð þar með lögð fram. Við förum í 6. fundalið, málsnúmer 25/04, fundargerð skóla- og frístundaráðs árið 2025. Við lögðum fram fundargerð 269. fundar skóla- og frístundaráðs sem fram fór þann 19. september síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Það óskar enginn eftir að ræða hana. Hefur nú þar með lögð fram. 7. fundaliður, málsnúmer 25/01/05, fundargerð skipulags- og umhverfisráðs árið 2025 og lögð fram fundargerð 333. fundar skipulags- og umhverfisráðs sem fram fór þann 15. september síðastliðinn. Orðið laust fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er Guðmundur Ingvar Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritarar og aðrir ákveðnar líða. Það ein fundargerð þarna undir hjá okkur. Fyrst Elínavegur 3, þar sem að Magnús, framkvæmdastjóri N1 kom og hitt okkur, átti mjög góðan fund með ráðinu
upplýsandi og kom með greinagóða kynningu á fyrirhugaðri starfsemi á svæðinu. Út úr þessu samtali kom svo að við erum búin að veita þeim graftraleyfi. Það er ekki komin byggingarleyfi vegna við höfum eftir að fá réttar eða loka teikningar en það er í vinnslu og ættu nú að fara dett inn hjá okkur hvað og hverju. Virkilega spennandi sem að hann kom og lagði upp með fyrir okkur og ég held að ég ber að fagna og óskandi að allavega hugurinn í honum er klár að drífa þetta upp og gera þetta vel og þær hugmyndir sem hafði uppi að ég held að þær bara eftir að vera mjög flottar. Einnig kemur fram í fundargerðinni undir 4. lið að það sé búið að koma tilboð í 3 lengjur af 4 í gámana sem vorum settum þarna sem lausa kennslustofur og er því að fagna og er það bara að verða að klára ganga frá því í sambandi við tímasetningar að það geti farið. Við tókum fyrir undir 7., 8., 9. og 10. að lið að við ætlum og 11. varðandi kirkjubrautina og þá vinnu sem við höfum verið með þar og ætla að halda kynningafund fyrir íbúa. Við erum að negla niður dagsetninguna á því og auglýsum það og vonandi sjáum sem allra flest andlit þar. Það er rétt að taka fram að undir 17. lið, æðaróti 27, að þarna stendur samþykki liggi frá lóðarhöfum æðaróta 25 og frá Hestamannafélaginu Dreyra. Hestamannafélagi Dreyri náttúrulega gefur ekkert samþykki í þessu, hins vegar voru þeir látnir gefa álit og þeir óskuðu eftir að það yrði lagað það sem að þeir létu frá sér og óska eftir að því verði breytt og við munum breyta því í ráðinu hjá okkur að það verði Hestamannafélagið setur sig ekki upp á móti framkvæmdinni svo framalega sem það rúmast innan byggingarreglugerðar og þeim reglna sem verið í gildi í sveitarfélaginu. Og eins og það kemur skýrt fram að það er ekki þeir sem gefa leyfið heldur það við en þeir setja sig ekki upp á móti því. En að öðru leyti held ég að sé ekkert meira frá okkur nema alltaf áhugaverðir og skemmtilegi fundir og ráðsmenn ásamt starfsmönnum fær ég mikla þakki fyrir hvern einasta fund vegna þess að þetta er gríðarlega skemmtilegi fundir, þeir eru langir enda magtaræðum hjá okkur og fullt af erindum sem kom inn og það er sem betur fyrir að hafa allir í ráðinu og mikla skoðanir á hlutunum sem er frábært og ég til okkur vera að reyna að gera held ég öll sem best fyrir sveitarfélagið að heilum hug. Takk fyrir. Guðmundur Ingvar Guðjónsson og næsta mannréttindaskráður bæjarstjóri Sædís Alexis Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Alveg rétt sem bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar fór hérna yfir, skemmtilegustu fundirnir. Miklar umræður. En mér langaði að koma hérna upp undir fundargerð skipulagsumhverfisráðs, dagskrárlið 1. Ég er nú aðeins betur undirbúin en áðan, ég veit undir hvað lið ég er að fara að tala.
En hérna bara tek undir með bæjarfulltrúa Guðmund Ingþóri varðandi það að við fengum að Magnús Hafliðason, framkvæmdastjóri hjá N1 til þess að koma á fundinn og fara aðeins yfir fyrir uppbyggingu á nýrri N1 stöð hérna við innkomin í bæinn og ég held að hérna við höfum nú margar spurningar þegar við vorum aðeins að fara yfir teikningarnar sem voru komnar inn að draugin að þeim að það er alltaf gott að taka samtalið til þess að hafa betri skilning. Teikning er nú ekki alveg að sýna manni kannski raunmyndina. En það er mjög góð fundur og bara mjög spennandi hérna koma sér svona stórhuga hugmyndir og svona kraftin í þeim að vilja koma að byggja þetta upp hjá okkur. Þannig að það er bara mjög ánægilegt. Mig langaði síðan að koma upp undir lið númer 3 sem er vinnuskólan. Og þar hérna fengum við frábæra kynningu frá honum Jóni Hjörvari, syni forseta okkar hér. Og Jóni okkar hérna garðyrkjustjóra, nú man ég ekki alveg hvað sé nákvæmlega, já, Sverrissyni, hérna varðandi stöðu vinnuskólans eftir árið og þetta var, mér langar svo að sletta en ég held að gera nú ekki, þetta var svona raunveruleika tjekka okkur aðeins til þess að sjá hvernig vinnuskólinn hefur verið að þróast. Tjekk er alveg íslenskt orð, er það ekki Steinar? Jú. Séð gagnrýna mig hérna til hliðar. En við erum að horfa á umtalsverða fjölgun í vinnuskólanum okkar síðan 2021. Gríðarlega mikið stökk núna síðustu ár. En við erum ekki að fjölga nógu mikið leiðbeinendum í vinnuskólanum hjá okkur flokkstjórum. Við erum að leggja mikinn þunga á flokkstjórun okkar með aukinn fjölda barna sem er að sjá Og þetta er eitthvað sem við verðum að rýna vel núna og ég held að þessi tækifæri til. Skýrslan sem að hann Jón Hjörvar fór yfir með okkur sem var að stýra vinnuskólanum núna síðastliðið sumar er bara mjög góð og hann var líka búinn að draga þetta saman í kynningu fyrir okkur á fundinum og við bókum það að bæði skóla- og frístundaráð og ungmennaráð myndi fá þetta inn til sín til umræðu og meta þessar hugmyndir sem að koma þarna fram að ég held að sé mikið til í mörgum þeirra. Eitthvað sem við gætum farið bæði í einhverja breytingar á umgjörð vinnuskólans sem er ekkert endilega að fara að kalla mitt á aukinn kostnað. Að við vitum alveg hvað fjárhagsstaðan er. En við þurfum að rýna inn á við hvað breytingar við getum gert til þess að styðja betur við að vinnuskólinn geti verið að dafna hjá okkur því að svona aukið álag á flokkstjóra sem kom inn til okkar er ekki alveg boðlegt. Við erum að sjá líka næstu árgangur sem eru að koma inn er alveg stórir. Þannig að við þurfum alveg að vera meðvituð þá, fylgja svolítið grannt með því hvernig samsetningin er. Þannig ég mæli eindregið með því að þið getið kíkt á svo samantekt sem er undir fundargerðin hjá okkur en eins að þið fáið þá sambærilega kynningu inn í þessum ráðum sem ég nefndi. Hvað við gerum síðan er mjög mikilvægt að við sammælumst og hvernig við ætlum að vinna með þetta því að þetta er náttúrulega líka okkar hlutverk að stíga inn í þetta verkefni og meðan þetta er svona heitt umræðefni, við erum að koma undan sumrinu þá megum við ekki láta tíman líða og núna erum við fjárhagsáætlun að vinna þannig að við þurfum svolítið aðeins að stíga kannski hratt inn í þetta verkefni og sjá fyrir okkur hvað við viljum gera. Þannig ég vildi svona aðeins koma upp undir þessu máli og brýna þetta fyrir hópnum hér. Því eitt er að taka þetta fyrir og ræða þær tillögur, annað er síðan að framkvæma það sem við viljum gera. Og það er okkar ábyrgð. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, hvorugkynnsnafnorðið tékk er til bæði í íslenskri nútímamáls-orðabók og í beygingarlýsingu íslensks nútímamáls á vef Vaktinstofnunar. Það sé á hreinu. Mér langar kannski aðeins að spyrja formann og bara fulltrúa í skipulags- og umhverfisráði út í 14. lið fundargerðarinnar. Það sé svolítið að stækka lóðina suðurgötu 18 til suðurs í átt að Akursbraut einhverja mikil stækkun úr 441 fermetra upp í 476. Þarna ef ég með þetta rétt þá er þetta stækkun inn á Bæjarland upp í Akurshólinn og þannig að grændarkynnt
það samþykkt að grenndarkynna þarna fyrir Suðurgötu 16 og 20 en já, það ekki örugglega rétt skilið hjá mér að þarna þá stækkun inn á Bæjarlandaræða og þá afsali bærinn sér því landi og eigum við bara grenndarkynna hér og nú fyrir bæjarstjórn líka. Það er ekki í grunnþrýningum og svona. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og fundarritari. Þar sem að bæjarstjórn er einstaklega vel gefin og les fundargerðir grimmt og með röntgen augum að þá segir þessi nokkuð sjálft að það er verið að gera það jafn nóðum að kynna þetta fyrir bæjarstjórninni og hérna er heldur betur vettvangunum fyrir okkur og ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að bæjarfulltrúar eru það klárir að þeir vita nákvæmlega hvað það snýst. En það sem að í þessu máli er þetta einungis eiginlega fagurfræðilega séð fyrir íbúan. Hann óskar eftir þessu samkvæmt teikningum og lóðamörkum sem inn á kortasjónu hjá okkur. Þá er hann að færa suður endan að horni á Suðurgötu 16, ef ég man þetta rétt. Og þannig að línan sé nokkurn veginn bein að því honum langar að girða hjá sér og gera þetta snyrtilegt. Þannig að það snýrist málið og í ljósi þess eftir miklar vangaveltur voru allir ráðsmenn sammála það að við værum það vel gefin í bæjarstjórn að þið þekki að kynna þetta fyrir okkur frekar en að sjá þetta í gögnunum en reyndar vitum við líka hve vel gefni bæjarbúar eru en við ákvaða nú samt að fólksins vegna grennda kynna þetta fyrir nágrannum liðin á. Takk fyrir þetta svar. Maður skipulagsumhverfisráðs fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð ráðsins. Svo er ekki. Förum þá í næsta fundarlið. Fundarliður númer 8, málsnúmer 25 og 023. Fyrir fundargerðir og fleira frá Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili. Við lögðum fram fundargerð 163. fundar stjórnar Höfða sem framfór 15. september síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Það óskar enginn eftir að ræða hana og þannig hefur hún verið lögð fram til kynningar. 9. fundarliður málsnúmer 25 og 029. Fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2025 og hér er lögð fram fundargerð frá 984. Fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 12. september síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð stjórn Sambandsins. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Fundargerðin þar með verið lögð fram. Nú, fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég þakka ræðufulltrúum fyrir góðar umræður á þessum fundi. Lítið mál. Þegar þessum fundi slitið.